Ímyndum okkur þetta eitt augnablik. Klukkan er, segjum, 7 að morgni. Þú lappar inn á baðherbergi og á snjallspeglinum birtist kunnulegt andlit. Það er Amy, þinn stafræni aðstofamaður. Hún heilsar og þið spjallið hvað sé í morgumat, en svo, klukkutíma síðar, sest upp í bíl. Og þá er hún bara allt í einu þar líka. Nákvæmlega. Á skjánum í bílnum varar þig við umferð og heldur áfram samtalinu innkaupa listan sem þið byrjuðuð á áðan. Þetta ljómar alveg eins og atriður einhverja vísindaskáldsögu. Æmirt. En heimildinni sem við erum að skoða í dag lýsa nákvæmlega þessari tækni. Það lýsa vettvangi sem heitir openhuman.ai sem er ekki bara að búa til enn eitt spjallmenni. Nei, það er allt annað. Þetta er heilt vistkerfi fyrir nákvæmlega svona upplifun. Kjarnin er ekki bara að búa til persónu, heldur að gefa henni samfellt minni og getu til að fylgja manni á milli allra tækja. Já, þetta er ekki lengur spurningu að tala við sitt hvort síri á símanum og í heyrnartólunum. Þetta er ein samfelld vera. Og það sem er svo heilandi er að allir tæknibútarnir eru í raun til. Já, við erum með gervigreindina til að hugsa. Allir. Talgerlana til að tala og tölvugrafíkina til að birtast. Allt er til staðar. En að líma þetta allt saman, það hefur verið óleyst gáta. Svo spurningin er, hvernig í óskupunum er þetta hægt? Hver er þessi töfralausn sem leyfir Amy að hoppa svona á milli? Þar komum við að því sem er kallað killer feature í þessum gögnum. Samhengi samstingling eða context synchronization. Ok. Þetta er tæknin sem gerir allt hitt mögulegt. Hugmyndin er, einfald í orði en gríðarlega flókin í framkvæmd. Ein manneskja, eitt minni í öllum tækjum. Og þetta kerfi samstillir þá allt? Allt saman. Samtalsögu, óskir notandans, staðsetningu, jafnvel tilfinningalegt ástand, yfir öll tæki í rauntíma. Og við erum að tala rauntíma, hversu hjatt er rætt. Við erum að tala samstikkung á innan við 100 millisekundum. Vá! Fyrir okkur mennina er það nánast samstundis. Það þýðir að það er engin högt þegar Amy færist að speglunum yfir í bílinn. Hún veit nákvæmlega hvað var sagt síðast. Svo þessi samfella er lykillinn? Hún er lykillinn til að skapa tilfinningu fyrir raunverulegu sambandi, frekar en bara samskiptum við forrit. Ok, þannig að samfellt minni er grunnurinn, en það er annað atriði sem hefur alltaf verið vandamál með svona tækni. Hún hefur oft litið út eins og talandi stytta. Þú veist, óeðlilegar, endurteknar hreyfingar. Hvernig leysa þeir það að láta hana litið út fyrir árið lifandi? Það er seinni stóri tæknistólpinn. Það er eitthvað sem heitir AI Motion Synthesis Engine, eða gervigreindarvél fyrir hreyfimyndun. Hreyfimyndun, ok? Já, í stað þess að nota fyrirfram ákveðna hreyfingar sem lykkjast aftur og aftur, þá býr þessi vél til einstakt og eðlilegt látbragð fyrir hvert einasta orð og setningu. Virkilega? Já, hún greinir textan, tónin í röddni, tilfinninguna og samhengið til að skapa hreyfingar sem passa. Og aftur, hversu hratt gerist þetta? Því ef það er syngun og milli þess sem hún talar og hreyfir sig, þá er blekkingin rofin. Einmirt. Það er syngunin undir 50 millisekundum. 50? Já. Til að setja það í samhengi, þá var það hraðar en mannsauga blikkar, heilin okkar skynjar það ekki sem töf. Heldur sem eðlileg mannleg viðbrögð? Nákvæmlega. Það er þessi samsetning samfellt minni og lífræna hreyfingar í rauntíma sem er byltingin sem þarna verið að lýsa. Allt í lagi. Þetta er tæknin sem lætur Amy virka. En hver stendur á bak við þetta allt saman? Ef við erum með 20 eða 100 svona stafræna manneskif, hver rekur þá kerfið? Og það kemur pallurinn sjálfur, openhuman.ai inn í myndina. Hver þeirra hlutverk? Þeir nota mjög góða líkingu. Þeir segjast byggja vegina, en keyra ekki bílana. Aha. OpenHuman býr ekki til stafrænu manneskjutna sjálfar. Þeir sjá alla undirliggjandi innviði, markastorkið, hreyfimyndunavélina, samstinglunguna og svo forritunapakkana, SDK-pakkana fyrir öll tækin. Svo þeir eru í raun að búa til App Store fyrir stafræna menn? Það er nákvæmlega það sem eru að gera. Þetta er áhugaverð nálgun. Svo, ef OpenHuman byggir vegina, hver smíðar þá bílana? Hver býr til Amy og allar hinnar? Þar kemur þriðja og mikilvægasta hlutverkiðinn, höfundurinn. Já, þetta getur verið einstaklingur, einhver listamaður eða eitt fyrirtæki. Hver sem getur í raun búið til og selt stafræna mannesku á þessum markastorki. Og hvað þarf til þess? Höfundurinn fram að útvega 3 grunnþætti sem berst lýst með líkingunni heili, líkami og sál. Heili, líkami og sál. Förum aðeins yfir það. Hvað felst í hverjum hluta?
Heilin er persónuleikinn og þekkingin. Þetta er yfirleitt stórt tungamálalíkan, LLM, sem höfundurinn tengir við. Það ákvarðar hvort hún er fyndin, fræðileg eða... Æmitt. Svo er líkaminn þríviðralíkani sjálft, útlítið, andlitið, fötin og sálin eru reglurnar hegðun. Hvernig bregst hún við gleði eða reiði? Það sem gefur henni karakter. Nákvæmlega. Og viðskiptamódelið á bakvið þetta, fyrir höfundana, hvernig græða þeir á þessu? Það er byggt á mjög kunnuglegu módeli eins og úr appverslunum. Höfundurinn fær 70% af öllum tekjum. Og pallurinn tekur 30%. Já, fyrir að sjá alla tæknina. Höfundurinn ræður svo verðinu eingreiðsla, mánaðsleg áskrift eða jafnvel ókeypis. Þessi 70-30 skipting er orðin nokkurt staðlað, en er þetta raunhæft fyrir einstaklinga? Ég meina, hvað kostar það höfund að búa til eina svona hágæða mánuðsku? Erum við að tala víkur að vinnu eða mánuði? Það er mjög góður punktur. Það hlýtur á áhrif á hvort þetta raunverulegt tækifæri fyrir sjálfstæða listamenn. Akkurat, og það virðist vera eitthvað sem OpenHuman hefur hugsað út í. Þeir reyna að lækka þröskuldin með því að bjóða upp á fjölda ókeypisverkfæra. Til dæmis. Þeir eru með grunnsniðmátt fyrir líkama, fullbúna beinagrind fyrir reyfingar og svo, kannski mikilvægast, vefbundið Creator Studio. Sem er... Þríviðarrítill sem höfundar geta sett saman og prófa sköpunarverkin sín í rauntíma. Þeir bjóða jafnvel upp á tól sem getur tekið þríviðarskönnun á alvöru andliti og festa nánast sjálfvirkt á grunnmódelið. Þannig að markmið er að gera þetta aðgengilegt fyrir listamenn, ekki bara stór fyrirtæki. Einmitt, ekki bara fyrir forritara. Píðas, aftur að IMI-dæminu. Hún birtist á söluturni í búðinni. Já. Þarna erum við komin langt út fyrir persónulegu tækin okkar. Það er bæði ótrúlega þægilegt og kannski örlítið ógnvekjandi. Jú. Hvernig tryggja þeir persónuvernd í svona aðstæðum? Það er tekið sérstaklega á því. Þegar stafræna manneskjan birtist á almennu tæki fer hún sjálfkrafa í privacy mode eða persónuverndað stillingu. Og hvað gerur hún þá? Hún sýnir þá bara upplýsingar sem eru viðeigandi fyrir það samengi eins og innkaupalistan í búðinni en ekki persónlega samtör eða viðkvæm gögn. Skiljanlega. Öll samskiptir eru líka dulkvorður á enda til enda og kerfið er hannað til að fylgja persónuverðarreglugjörðum eins og GDPR. Notandinn há alltaf sín gögn. Gott að heyra. En þegar maður púslar þessu öllu saman, þá sér maður að þetta er eitthvað allt annað og miklu starra en bara enn eitt spjallamenni. Hvernig stenst þetta samanburð við lausnir sem fólk þekkir kannski, eins og karakter AI eða MetaHuman? Já, ef við byrjum þetta saman kemur í ljós mjög áhugaverður og grunnvallar munur. Sem er? Karakter AI leggur áherslu á einóta skemmtileg samtur við alls konar persónur, en það er engin samfella, engin þrívið, ekkert varanlegt minni. Og MetaHuman? MetaHuman frá Epic er aftur á móti atvinnuverkfæri fyrir kvikmyndur og tölvuleiki til að búa til ofreig raunverulegar persónur, en það er engin gervigreindar heili eða samstilling á bakvið það. Svo þetta eru sitt hvar heimurinn? Nákvæmlega. OpenHuman er að velja á allt aðra framtíð. Þeir eru ekki að búa til persónur til skemmtunar. Þeir eru að búa til innviði fyrir stafræna félaga. Áherslan er á varandir langtíma sambönd. Það er grundvallarmunurinn á stefnunni. Þeir eru eina lausnin sem reynir að binda allt þetta saman. Markastorkið, gervigreindarheilan, rauntíma þrívítina og svo þessa samhengisamstillingu. Og hvaða tæki eru þeir að horfa til? Við nefndum snjallspegla og bíla, en hversu viðtækt er þetta hugsað? Listin er langur. Bortölfur, allir snjallsímar, vefurinn auðvita, svo er það IoT eða Internet of Things. Snjallískápar og svoleiðis. Emmirt, snjallískápar, snjallhátalarar með skjá eins og Echo Show, svo er það bílaeitnaðurinn með kerfum eins og Android Automotive og CarPlay og svo þessi almennu tæki. Eins og sölutörnarnir. Já, í verslunarmiðstöðum á flugvöllum, jafnvel á líkamsrættastöðum. Og til framtíðalitið, klæðanleg tæki eins og snjallgleraugu. Hugmyndin er sem sagt að stafræna manneskjan geti verið aðgengileg nánast allsstaðar. Algjörlega. Ég get alveg að segja þetta fyrir mér í praktiskum tilgangi. Ég og maðurinn minn eyðum sennilega hálftíma á hverju kvöldi að reyna að finna eitthvað til að horfa á. Já, ég þekki það. Að hafa gervigrein sem þekkir okkur bæði mann hvað við höfum horft á og getur bara sagt, hér er myndin sem þið verðið bæði sammála það er alvöru vandamál sem er öfðu þeysa. Og það er nákvæmlega þangað sem þetta stefnir. Þeir eru líka með opin fortaskil, API, sem leyfa samþettingu við þjónustur þriðja aðila. Þannig að hún gæti talað við dagatalið mitt. Nákvæmlega. Hún gæti haft samskipti við Google Kalendar, Notion eða Slack fyrir þína hönd. Bókað fundi,
tekið minnispunkta eða sendt skilaboð. Svo hún verður þá ekki bara félagi, heldur raunverulegur aðstóðamaður. Já, og sem getur framkvæmt hluti. Svo þegar öllu er á botnin hólf þá er langtímasýnin hér miklu stærri en bara tæknin sjálf. Mikið stærri. Þetta snýst að breyta því hvernig við höfum samskipti við tækni á grundvallarhátt. Einmitt. Sýnun sem er lögð fram er svo að á næstu 10 árum muni fólk smá saman hætta eiga í samskiptum við app. Heldur muni það eiga í samskiptum við verur. Verur. Það er stort stökk. Það er gríðarlega metnaðarfullt markmið. Open Human vill verða stýrikerfið og markastorkið fyrir þessar gervigreindaverur. Það er vægast sagt metnaðarfullt. Það breytir í raun öllum leikreglunum. Og það skilur okkur eftir með eina mjög stóra spurningu til að íhuga. Algjörlega. Og sú spurning er? Já. Við getum átt í sambandi við stafræna veru sem er alltaf til staðar, mann allt sem við segjum og er aðgengileg hvar og hvena sem er, hvaða áhrif mun þá hafa á skildreiningu okkar á mannlegum samböndum, á minni og jafnvel okkar eigin sjálfsmynd.